Því ekki að neita að það getur verið flókið að finna rétta úrræðið. Móðirin, sem við köllum Önnu, telur að hvorki vistheimilið né fósturheimilið sem sonur hennar var sendur á hafi hentað honum, því þar hafi fólk ekki haft þekkingu til að hugsa drenginn eins og þurfti. Ég held að þetta fósturheimili hafi bara verið samþykkt af því að þetta var eina fólki sem treysti sér til að taka hann. Þau höfðu aldrei haft barn áður í styrstu fóstri. Þarna strákurinn orðinn 12 ára. Hann var tíma í vinakoti og það gekk ágætlega að sögn Önnu. Sonur hennar hafi þó sagst vera hræddur við hina krakkana og lokaði sig mikið af. En hann átti líka í átökum bæði við heimilisfólk og starfsfólk. Þar á leiðandi tók Anna hann aftur heim. Þarna farin að taka upp á því líka að skaða sjálfan sig, skera sig. Einhvers staðar á þessum tímapunkti förum við niður á fugl. Og hann tala mikið það að hann vilji deyja. Og ég finn til dæmis kaðal inn í herberginu hans. Hann var búinn að vera að googla hvernig hann gæti búið til snöru. Þannig hann spurður bara beint út í svona neyðarviðtali, hvort eða bráðaviðtali, hvort hann vilji deyja og svaraði hann sig já. En það er hjúkrunarfræðingur og sálfræðingur sem sagt tekur okkur í þetta viðtal. Og hann ekki metinn í sjálfsvígshættu og ekki bráðri sjálfsvígshættu. Þrátt fyrir að svari hann sé já. Og hann játar því að hann eigi kaðal og hann játar því að hann sé að skera sig. Og sá sem metur hann ekki í sjálfsvígshættu læknir sem skoðaði hann aldrei. Hann sá hann aldrei. Eina ferðina enn kemur annað að lokuðum dyrum og þarna örvænting hennar orðin algjör. Og hvað tekur þó við hjá fólki í þessari stöðu? Stundum það lögreglan. Guðrún Jack hefur margoft komið að málum af þessu tagi og segir að það sé erfitt. Mér finnst oft, ekki nægilegur skilningur hvað á bak við hvern einstakling. Hvar finnst þér vanta skilning? Mér finnst vanta skilning oft á tíðinni í kerfinu. Það þú þarft að berjast fyrir nánast öllu. Það þarf að vera svona umgjörð utan hvert barn sem á við svona fjölþættan vandastig og foreldri eða sá sem sér barnið þurfi ekki að berjast hvern einasta dag fyrir hverju með einu og einasta sem barnið þarf á rétt á. Það finnst mér bara réttu barnsins. Hvernig var ástandið inn á heimilinu eftir að hann kom aftur tilbaka? Það var hryllilegt og eins og segið, það var slæmt áður en hann fór, en það var ennþá verra þegar hann kom tilbaka. Ég náttúrulega þarf bara að vakta hann, alveg. Ég þarf að fjarlægja allt hér sem að hann getur notað til að skaða sig eða aðra. Fyrstu nóttina þá vakti ég alveg yfir honum, án þess að hann vissi af því. En svo ég bara farin að setja hluti fyrir framan hurðina hjá honum, þannig að ef hann opnaði hurðina, þá kemur skellur og ég vakna. Maður hvílist ekkert.